Í dag ætla ég að sýna ykkur ráðningarkerfið Hire frá 50 Skills. Byrjum á að kíkja hvernig umsóknarsíðan lítur út. Öll fyrirtæki sem nota Hire fá svona umsóknarsíðu þar sem hægt er að sækja laus störf. Þessi síða er í ykkar útliti, það er ykkar logo, ykkar mynd hérna og þið getur breytt í ykkar störf og ykkar litir á textunum. Þannig að hérna get ég farið inn og hérna get ég líka breytt yfir á önnur tungumál ef þið eru til dæmis að auglýsa á pólsku eða ensku eða eitthvað slíkt, þá er þetta skipt á milli. En hérna get ég síðan bara sótt starf, valið hérna sérfræðingur, ég sé upplýsingur starfið og starfslýsinguna og ég get valið hérna að sækja og þá er mjög einfalt fyrir umsækjandann að sækja Það er bara að setja inn, þið getur bara stillt hvaða upplýsingar á að setja inn, til dæmis nafn og netfang, hvort að ég vera skilur að setja inn símanúmer eða kennitölu, fyrirskrá kynningabréf og svo er oft verið að spyrja einhverjum svona spurningum sem þið getur síðan notað eftir á til að filtera umsækjendur, eins og til dæmis ertu með atvinnuleyfi á Íslandi, hvenær getur að hafa störf og svoleiðis, þannig að hérna getur þið bara búið til ykkar spurninga fyrir hverja umsókn. Þannig að viðkomandi getur hérna staðfest skilmáli 50 Skills og þið getur bætt við ykkur eigin skilmáli líka ef þið viljið. Og svo sendir hann bara inn umsókn. Kíkjum þá aðeins á hvernig þetta birtist í bakendakerfinu hjá ykkur. Hérna eru þið logguð inn í 50 Skills, hérna sjáum við öll störfin sem eru í loftinu hjá ykkur og hérna sé ég til dæmis auglýsta starfið fyrir sérfræðing. Við opnum það og þá sé ég allir umsækjendurna hérna og ég get verið með mína flokka hérna, ég get breytt heitin á dálkunum, bara haft þetta alveg svo ég vil hafa hér. Öllum minn bara þennan bar hérna. Þannig að síðan get ég hérna skoða umsækjendurnar en ég get líka bætt hérna við síu, til dæmis segjum að ég vilji bara finna þá sem eru með atvinnuleyfi á Íslandi. Vel já og það duttu strax nokkur út og ég ætla kannski að finna þá sem eru með atvinnuleyfi á Íslandi og geta byrjað strax og það eru þessir aðilar. Þannig að þetta getur mjög hentugt ef þið eru kannski með almenna umsókn eða hraða starfsmannaveltu og þau eru bara að finna eitthvað sem getur byrjað núna. En síðan er ég hérna, get ég skoða umsækjendur og ef ég kíki til dæmis á Jón Jónsson hérna, þá sé ég hérna allar upplýsingar hann, ég sé ef hann hefur sótt önnur störf, þetta getur hjálpað mjög mikið, ég get séð bara öll önnur störf sem hann sótt svo lengi sem ég hef aðgang að þeim og hann er ennþá inni, það eru líka GDPR-eyðingar almennt, flestir eru með kannski svona 6 eða 12 mánuði af eyðingu, en ef hann er kannski nýbúinn að sækja eða ég er ekki, eða ég er opinber aðili, þá get ég séð hérna ef hann sótt Síðan get ég raun að klikka beint hérna í þetta starf og séð hvers vegna hann var til dæmis ekki ráðinn í þetta starf eða hver staðan er hér. En hérna get ég séð síðan fyrirskrána hjá honum Jóni, ég þarf ekki að hlaða henni niður á tölvuna mína og ég get að skoða líka bara kynningabréfið hérna og svo get ég hérna séð svörin við spurningunum sem hann svaraði. Allt þetta virkar svona nokkuð vel í síma, allavega til að skoða umsóknir, þannig að ef þú ert á ferðinni og ert bara að hitta einhvern akkur hérna einhvers staðar úti, þá getur alltaf kíkt í síman og séð umsóknina hjá honum Jóni. Síðan get ég skrifað hérna umsagnir, þetta eru bara innanhús umsagnir, þannig að hérna er ég til dæmis með umsagnir viðkomandi, hérna hefur Einar sagt að hann lítist vel á þennan og ég tagga hann líka tilbaka og þá fær, ef ég tagga hann Einar, þá fær hann tölvupóst að ég hafi taggað hann og hlekk beint á þessu umsókn. Síðan get ég gefið hérna einkunnir og þá erum við hérna búin að gefa hérna ólíkar einkunnir, ég get breytt hérna yfir í já og þá uppfærist allt og síðan get ég hérna sent skilaboð beint á Jón, þannig hérna get ég verið í samskiptum beint við umsækjandann. Þannig að hann fær hérna sjálfkrafa eitthvað post sem ég er búin að skilgreina fyrir þetta starf, það var þetta default posturinn sem fer. Og hérna hef ég sendt á hann, ég vil bjóða hann með viðtal, oft erum við þeir eru með hlekkja á eitthvað tímabókunarkerfi eða leggja til einhver tíma eitthvað svoleiðis og svo þegar svar birtist þá kemur það hérna inn. Og hérna getur það líka verið með sniðmátt til að vera fljótari að skrifa pósta. Þannig að ef ég er alltaf að bjóða viðtal, þá er ég bara með þetta sniðmátt og svo bara get ég sendt hérna og þá fyllir sjálfkrafa úti til viðkomandi. Ég get líka búið til mín einn sniðmátt og breytt. Síðan erum við líka með vídeóviðtal. Það er mjög algengt, sérstaklega fyrir sumarstörf eða framlínustörf og svoleiðis að nota vídeóviðtal. Þá sendi ég bara Jón inn í vídeóviðtal ef mér líst vel á hann og þá svarar hann spurningum. Hann fær hérna svona glugga sem hann getur svarað nokkrum spurningum og síðan getur þið hérna fara inn og horft á svörin við spurningunum. Hérna til dæmis að fyrsta spurningin segja okkur frá þér og þá getur horft á hvernig kemur þessi fram hérna í myndbandinu. Og svo getur líka að sé hvað aðrir voru að gefa einkunn fyrir viðtalið. Þannig að þá þurfa ekki allir að taka kannski viðtal, heldur kannski nóg að byrja og horfa á þetta og sjá hvort þið vilja bjóða honum í næsta viðtal. Aðgangsmálin eru líka mjög einföld. Það er einhverjir sem aðgang að öllu starfinu en svo er þetta að gefa líka aðgang bara að ákveðnum umsóknum. Síðan er hægt að senda líka umsækjendur yfir í sjálfvirka ferli inn í Journeys. Þannig að þá get ég verið með Journeys flipan og þá get ég senda hann yfir í eitthvað annað ferli sem ég á. Hérna er ég til dæmis búin að senda hann í onboarding ferli, ég geti verið að senda hann yfir í skjalakerfi, ég geti verið að senda hann í ferli fyrir meðmælendur eða fyrir til að bóka inn í viðtal eða eitthvað svoleiðis, þannig að það getur verið með sjálfvirk ferli í Journeys sem að keyra styrunur út úr
ráðningarkerfinu í Higher. Annað sem ég ætla líka að nefna hér er að hérna get ég úthlutað umsækjanda á einhvern. Þannig að ef það eru til dæmis margir að ráða í störf, þeir eru með eitthvað opið starf og margir stjórnendur að velja úr einhverju potti af starfsfólki, þá er hægt að merkja hver er með þennan umsækjanda, hvort það sé ég eða Árni eða einhver annar sem er með aðgang að kerfinu sem á þá þennan umsækjanda. Þannig að hérna ef ég skoða yfirlitssýnina þá sé ég að búið er að merkja mér þennan umsækjanda. Þannig að þá ætti engin annar líka að vera að hafa samband við viðkomandi. Hérna get ég síðan skoða alls konar tölfræði starfið, hversu margir sóttu hvaðan umsóknirnar koma, til dæmis ef það eru að koma frá einhverju ákveðnu starfatorgi, frá samfélagsmiðlum, þá get ég séð þannig að svo sem sóttu hvaðan kom hann inn á síðuna. Svo eftir að auglýsingin er komin inn, þá er þetta að senda hana líka inn á ákveðið starfatorg. Hérna get ég senda hana beint inn á Tvinna, Tengslatorg eða Job.is. Þannig að ef ég vel til dæmis Job.is, þá fer hún bara sjálfkrafa hérna inn og ég get sett inn nokkrar merkingar, en svo bara staðfesti ég hérna og þá fer hún sjálfkrafa inn. Það er mjög einfalt fyrir stjórnendur að búa til nýtt starf. Ég fer bara hérna inn og bý til nýtt starf og síðan bara fylli ég hérna út allar þessar helstu upplýsingar starfið. Hérna er ég til dæmis byrjað að fylla út, setja inn starfstitilinn, hver er staðsetningin, hvort er starfshlutfall, aðeins misjafnt hvernig fyrirtæki vilja birta þetta, hvort er einhverjar merkingar á þessum störfum, hvort er einhver umsóknarfrestur, starfslýsing og svo framvegis. Og hérna get ég bætt líka við öðru tungumáli, hvort hérna þið getið verið með stilt á og þið getið verið með fleiri tungumál en þessi tvö. En síðan fer ég yfir í umsóknarformið og það er líka mjög einfalt, þá get ég að vali hérna bara já, það er nauðsynlegt að setja inn símanúmer og síðan get ég bætt við spurningum, annarkvort breytt þessum eða bætt hérna við nýrri spurningu. Til dæmis ég ætla að vera með spurningu sem að vera eitt valmöguleika og býi bara til valmöguleikana. Síðan get ég hérna skilgreint hverjir hafa aðgang að þessu starfi, þá get ég bara bætt við inn í ráðningarteyminu hverjir hafa aðgang að þessu starfi. Og síðan get ég hérna stillt inn hvernig svarpósturinn er við þessu starfi, hvort ég nota bara svona almenna sniðmót af svari eða bý til nýtt sniðmót af svari. Síðan get ég stillt hvernig þetta starfi birtist á samfélagsmiðlum, þannig að hérna til dæmis bara þessi mynd birtist þegar starfinu er deilt og þetta er þá textinn sem fer með auglýsingunni ef hann er deilt á samfélagsmiðlum. Sumir eru líka nota velun, þannig að þá fær starfsfólk sinn eigin hlekk til að deila auglýsingunni og ef einhver sækir í gegnum hlekkin minn, þá er það merkt sérstaklega þessi viðkomandi að vera sóttur í gegnum Kristínu. Og þá eru sumir ekki veita kannski einhver gjafabréf eitthvað svoleiðis ef starfsmaðurinn er ráðinn í gegnum þann sem deildi starfinu. Síðan myndi hérna verið að birta starfi og þá er það bara komið út á starfsíðuna mína. Eitt sem er líka mjög hentugt er að nýta sér sniðmátt, þannig að það er ekki alltaf að búa til sama starfið aftur og aftur. Og þá eru margir sem að nýta sér þessi drög, til dæmis ef ég er alltaf að raða bókara, þá á ég hérna bara sniðmátt af auglýsingu fyrir bókara og ég bara afrita það og setja í notkun. Þannig að þá þarf ég ekki að búa aftur og aftur til auglýsinguna fyrir bókaran, heldur getur nýtt bara grunninn að henni. Svo eru nokkra aðra stillingar hérna. Ef ég er til dæmis að nota Google tölfræðina, þá get ég bætt við rakningakóðunum mínum hér, þannig að ég geti fylgst með í Google hvað fólk er að skoða á síðunum minni. Og síðan get ég hérna sett inn mína eigin persónuverndarstefnu ef ég er með einhverja slíka, ef þetta er að fólk sækir um. Hérna undir notendur get ég síðan bætt við öðrum notendum. Ef þau hafa aðgang að ráðningarkerfinu, þá bara velja ég að bæta við notenda og gefa honum aðgang inn í kerfið og vel þá hvernig aðgang á viðkomandi að hafa. Flestir eru með að viðkomandi sé stjórnandi, þannig að þá getur hann búið til störf og breytt í hverju hafa aðgang að þeim störfum sem hann hefur aðgang að. En yfirleitt er mannauðsstjórinn ofanotenda og hefur það aðgang að öllum störfum. Hérna get ég stillt sniðmótin, tölvupóstsniðmótin, eins og ég sýndi áðan, þá er ég til dæmis með hérna sniðmót þegar ég bóki viðtal og þá get ég bætt við til dæmis einhverju staðsetningartexta, til dæmis bara nafn sendanda, ætti kannski vel við hér. Hérna undir stillingar á ráðningarsíðunni get ég stillt hvaða tungumál ég er að nota, þannig að þá getur verið til dæmis með pólsku, norsku og önnur tungumál. Og hérna er einnig hægt að bæta við tungumálum ef að þeir eru að nota einhver auglýsa á fleiri tungumálum heldur en þess koma fram hér. Hérna getið þið síðan sett inn ykkar svona persónulega stillingar, ykkar logo og borðan sem að birtist á ráðningarsíðunni eins og ég sá þarna fyrst í myndbandinu. Og síðan getið líka sett upp ákveðna starfaröðun. Ef ég vil hafa einhver ákveðin störf efst sem er kannski þau sem er mest áríðandi ráði akkurat núna. Hérna getið þið síðan stillt ykkar persónulega tilkynningar, til dæmis að þið viljið fá póst ef það kemur ný umsókn inn eða eitthvað slíkt. Eða ef það er umsækjandi sem er úthlutaður á mig, sendir mér ný skilaboð eða hvernig sem er. Einnig er hægt að tengja 50 skills til dæmis við Slack ef þeir eru að nota það samskiptakerfi og þá er þetta stofnastjóri sér Slack-rás þar sem alla tilkynningar koma inn nýja umsækjendur og athugasemdir sem eru skrifaðar á umsækjendur.
Þetta kannski svona grunnurinn að ráðningarkerfinu. Svo vil ég líka bara benda á hérna undir er aðstoð, þannig að hérna er alltaf hægt að senda skilaboð og við svörum á íslensku hæl. Ég vona að þessi kynning hafi verið áhugaverð og ekki hika við að hafa samband við 50 skills ef þið viljið vita eitthvað meir.